Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþátturinn er þá hérna með ykkur á þessu mánudagskvöldi klukkan 11. 10. mars og já, í kvöld var loka umferð í Dóminusdeild kvenna í körfubolta og það voru 3 leikir sem fóru fram og 1 leik var frestað. Það var viðureik Keflavík og Snæfells, sennilega vegna veðurs, en það var ágætisveður. Já, það var allan ágætisveður í Hveragerði, eða svona flottur leikur allan í gangi þar. Það voru Haukar og Hamar sem áttust við þarna og já, það var úrslitur ekki ráðið fyrir nú síðustu sekundum. Hvað er bless og sætt, Hallgrímur Brynjólfsson, þjálfari Hamars. Blessaður gestur, Einarsson frá Hæli. Þú ert ennþá vakandi? Já, svona rétt svo. Já, það er náttúrulega kannski erfitt að sofna eftir svona spennurleiki. Nei, þetta er alveg dælulega viðbröð hjá okkur. Já. Nei, þetta var hörkuleikur, við vorum eitthvað í höndunum á okkur en hérna svona glótriðum þessi frá okkur á einhverjum smókablaði leiknum. Já, við svona verið að gefa Hafnfirðingum smá síðan svona. Já, svona, vorum að vita smá sjálfströst fyrir úrslitakeppnina. En ef við förum aðeins í gegnum tímabilið, já, þið endið þá í 7. sæti deildarinnar ekki satt með 22 stig? Jú, jafnmörg og KR. Já, af því að KR þurfti að vinna Grindavík. Já, helvítið fessin hjá þig. Það. En Já, nei, þetta er búin að vera flott viður hjá okkur. Við höfum þroskast mikið í þessi lið og bara orðið betri eiginlega bara með hverju leiknum þannig séð. og þetta er Þetta er bara það sem maður leitast eftir. Ég meina, það eru margir leikmenn orðinu betri en það eru líka aftur á móti aðri leikmenn í liðinu sem þurfa kannski aðeins að aðlega í framtíðinni hvað það er að vilja sér, hvort það er að vilja vera körfuboltamenn eða ekki. Og þetta er, já, þið eru allan búin að vera heldur betur jöfnum leikjum, það er ekki eins og að það sé búið að vera að busta ykkur eitthvað? Nei, það held ég, það er svona bara teljandi á annari hendinni. Þeir leikir sem hægt er að telja sem bust. Það var Snæfell, Keflavík og KR og síðan Valur. Já. Það er svona leikirnir sem við hafa verið milli 20 og 30 stigum. Já, ég er allan ennþá með aðra hendina. Já, ég man ekki eftir fleiri leikjum en það getur vel að vera þá einhver bara að leiðrétta mig. En svona, já, svona heilt yfir tímabilið, þegar þú lítur tilbaka, já, megið ekki bara verið sáttar með þetta tímabil? Jú, við erum mjög stolt á okkar vetri, sko, en ég meina markmiðið var að fara í úrslitakeppnina og við svo sem glotruðum frá okkur svona 4-5 leikjum sem að við öllu jöfnum hefðum átt að sigra. Þar á meðal 2 KR leikir og Njarðvíkurleikurinn úti og síðan allavega 1 Haukaleikur sem ég man eftir sem að við áttum að taka og síðan þetta Grindavíkurleikurinn hérna heim daginn. Já. Og Þetta er þetta, við erum bara með líka höndunum og það er reynslu meiri leikmenn í hópnum og hvað maður að fara einhverjum fleiri klísjur eða... Nei, þið voru náttúrulega líka bara að koma á fyrstu deildinni? Jú, vissulega, þannig að við berum höfuð hátt, við erum þetta hundfúl í dag að hafa ekki komist lengra heldur en við komist en við kannski brósum eftir einhver tíma. En þið eru með liðilega bara skipaða heimamönnum? Já, það er bara þannig, við teljum Regínu og Hafdísi og Marín sem heimastelpur, það er þetta búin að vera hérna hjá okkur lengri tíma og Hafdísi er hérna tengdadóttir Lalla Þormans, þannig að þetta er þetta bara allt hverkynningar í okkar augum, sko. Já, nákvæmlega. En hvernig er stemningi búin að vera á leikjum á tímabilinu? Hún er bara búin að vera mjög góð og það er bara batnandi. Líka að ljósið þess að strákarnir byrjaði að sigra einhverja leiki, sko, þá var svona vatna aðeins verið stemning. Já. Það var bara mjög jákvætt og skemmtilegt að þeir allt í einu lærðu að spila körfubolta. Já. Og hvað kom til að þeir allt í einu gátu eitthvað? Þeir eru bara að hlusta þjálfara sem þið hugsa ég. Já. Það er komið tíma á það. Menn hlusta á Braga? Já, alveg komið tíma á það heldur. Já. En það er allan hlusta á þið ekki í hinum meistaraflokknum? Ég ætla rétt svona það. Já. Ég veit ekki betur, þetta er alltaf þeir stundu skjálfrósend út af einhverjum og úr leikjum. Ég finnst þess að það sé að
taka markaði sem ég hef að segja. Ég geti vel verið að það séu bara djúvillig góður að leika þetta og plata mig. Já. En náttúrulega stemningin í Hveragerðsliðinu, það er alveg rosalega skemmtilegt að fylgjast með ykkur af því að það eru alla brósandi og eins og þær hafi virkilega gaman að þessu. Það er eins og, þú ert ekki að pína neitt. Nei, ég meina, það eru fús með frálsum vilja og ef þær hafa ekki gaman þess að það er að gera inn á vellinum þá eru þær klárlega ekki á réttri hillu og þetta er allt stelpur sem eru að fjármagna starfið og sitt eigið hobby. Já. Þannig að þess að það fá mínútur sem þú farið inn á vellinu þá líka eins gott að hafa gaman að því. En þeir náttúrulega lentu í svolítið meiðslum á tímabilið þegar ekki? Já, það var nú eitthvað það, en það við þetta rosalega öfnum missum Dagnýlis út eiginlega bara í lok nóvember, einan rétt frekar miðjan nóvember. Það var nú ansi stóru bit að missa, en fengum hins vegar inn í staðinn hana Katrínu Eik eftir meiðsli og hún steig nú flott upp á köflum í vetur og Regína rifbeinsbrotnaði fyrir í haust og kemur síðan inn og gefur okkur mikilvæga mínútur til þess að hvíla maðurinn og fannið. Þannig að þetta er svona, við lettum samt ekkert illa í þessu með að við kannski önnur lið. Nei. Hver er beilaðasti leikmaðurinn svona á æfingum að þannig sem er alveg, sem menn ættu bara að vera hræddi við þegar það er komið keppniskap í það? Þú segir þetta aftur í náðu sig ekki. Ertu ekki með neitt leikmann sem er með það mikið keppniskap á æfingum að þeir þurfa bara að hlaupa í burtu frá henni? Hvað á ég að segja, það er stundum gaman að fylgjast með stóru leikmannum minnum, þannig Marinu, Regínu, Sóley. Þegar það byrjaði þess að kljást og segja falleg orð við hvora aðra í hitaleiknins. Þannig að það getur verið stundum kostulegt á einhverjum. Já. Þannig að ég myndi svo sem ekkert vilja hitta þær eitthvað ekstra fyrir það, sko. Nei, nákvæmlega. En ef þú spáir aðeins fyrir þessa úrslitakeppni, hvernig heldur að þessi úrslitakeppni verði? Ég held að sé alveg ómögulegt að fara eitthvað að spá í þetta. Já. Þú veist, ef maður á að fara að kíkja bara á stöðuna þá myndi ég telja að þetta séu Snæfell og Haukar sem sé að fara í úrslitin en maður veit aldrei með þetta valslið. Nei. Maður veit aldrei hvað maður þetta valslið. Það getur verið alveg ógeðslega gott eins og að vara á móti okkur síðasta miðvikudag. Já. Eða þá lent bara í hörkuleik við Grindavík, Njarðvík og lið sem að hafa ekkert verið að sína neitt settingar leiki auðvitað. Þannig að maður veit ekki. Það fer bara eftir hvaða valslið mætir í þessar viðuregnir á móti Snæfell. Ég hef alveg fullt að trúa að valið muni stríða þeim. Og hinum megin held ég ætla nú alveg að leiða mér að svona eiginlega bara giska á það að Haukarnir farið þær áfram, sko. Já. Er draumur ykkar þjálfarna að liðunum muni fjölga í framtíðinni í Dóminósdeildinni? Já, alveg klárlega. Það er líka draumur okkar þjálfara að deildin verði aðeins lengri. Það er eiginlega hálf sorglegt að við erum búin að vera að æfa núna, ég veit ekki hvað lengi, það eru einhverju 5-6 mánuðir sem við tökum að æfa fyrir fyrsta leiki í móti og síðan í móti bara búið örfá mánuðir seinna og það er núna, vorum við að tala um þetta fyrir leikinn í dag að það eru 6 mánuðir í að undirbúningstímabili hefjist að alvöru með einhverjum lengjubikar og svoleiðis. Já. Ég meina við erum búin að spila 28 leiki, helviti strempið hjá okkur og hart keyrt og við erum búið 10. mars. Já. En kallarnir spila 22 leiki og það er ennþá vika eftir hjá þeim. Ég kaupi ekki þessa low-kick, sko. Það er alveg verið hægt að dreifa þessu aðeins lengra, vil ég meina, þannig að það væri 2 vikur og kannski sleppa aðeins, hafa fleiri svona, hvað maður segja, leikvíkur, það sem er kannski vika á milli leikja, því að það sem er kannski stærsta vandamáli hjá okkur þjálfurunum er að við erum að spila miðvikudag, sunnudag og það er alltaf 2 leikir, 2 æfingar á milli og mann er aldrei að raunum verið að fara af álveru yfir það sem misfór í leiknum og læra af því. Já, nákvæmlega. Maður er bara strax komin í það að undirbúa næsta leik og maður er búin að gleyma skítunni sem maður gerði í síðasta leik og maður bara fer aftur í þau hjólför síðan seinna við. Já. Þannig að svona, þannig sé held ég að sé ekki til framdráttar að spila þetta svona en það
vil sjálfsögðu ekki fækka leikjunum, en ég myndi vilja bara sjá þessu á lengra tíma. Já. Ég allan að, mér langar rosalega að sjá þetta Hamarslið spila meira. Núna. Já, það er, þú veist ekki eitthvað það. Nei. Við varum alveg óbúslega mikið til í að spila meira. Já. En við bara vorum ekki betri á lokasprettum heldur þetta. Og svona mörg, svona leiðilega óþægileg töp sem við upplifum vetur. En hvernig svona, já, nú er náttúrulega 6 mánaða pása að taka við, hvað, þið ekkert að, hvenær, þið að halda áfram að æfa fram á sumar eða? Ég ætla að gefa þeim frí núna að stelpunum. Já. Ég veit nú ekki hvort við tökum okkur 3-4 vikur eða eitthvað, við lögum okkur ekki bara aðeins að njóta lífsins og fara í crossfit og út að laupa og eitthvað svoleiðis og þær sjá svona daldum sjálfa sig allavega eitthvað fram í gíska svona miðan apríl byrjum mæ og þá kannski förum við að hittast einu sinni viku og spila einu sinni viku og síðan svona þingju og æfingar kannski aðeins þegar nálgast júlí. Svona fljótt að litið en ég er svo óbúslega rólegur núna að ég ætla ekki að fara að skipuleika þetta strax. Nei, nákvæmlega. Svona árin ég sleppi þér, þá er verð ég að spyrja þig með hvaða liðið þú heldur í NBA-deildinni? Já, ég held með Boston Celtics maður. Já? Sko kallinn? Já, alveg gallarður. En það er náttúrulega svolítið erfitt að vera Celtics-fann kannski og fylgjast með NBA í dag? Nei, það er aldrei erfitt. Nei? Sko, ég bara, þannig gerði að ég held með þeim í körfunni og ég held með Tottenham í fótbolta, þannig að ég er alveg óbúslega vanur því að verða fyrir vonbrigðum. Já. Það er ekkert sem kemur þeirra óvart. Nei, ekki til að gefa þessum enska og NBA. Nei, en hvaða, og ef ég spyrði út í ensku úrvalsdeildinni rétt svo, hvaða lið verða Englandsmeistari? Hvaða lið? Já, ég ætla bara að skjóta Chelsea. Já. Chelsea eða City, ég veit ekki, ég hef ekki haft tíma til að horfa á þetta í vetur. Já, nú getur þú fara að dunda við það ekki og með þú sendir þær í frí mánuð. Já, ég hugsi ég horfum nú fyrir að gera körfuboltan, ég er ekki það mikil fótbolta áhugaður. Nei, en aðeins að NBA-deildinni, er eitthvað lið sem svona, já, þú er gaman að horfa á núna þessa leiktíð? Já, mér finnst alltaf ótrúlega gaman að horfa á San Antonio Spurs og síðan Indiana Pacers. Þessi tvölið alveg spila skemmtilega liðsbolta og svona flotta vörn. Það er alltaf gaman að sjá gömlu tankana í San Antonio og hlaupa hraðablöfsbolta sín. Þannig að það er maður er svona ligguð að maður sé að verða meiri San Antonio maður heldur en Boston maður en ég kaupa það ekki alveg strax. Þetta er rosa skipulaði bolti alltaf, það er svona agaði bolti hjá San Antonio og þessum Popovich þjálfara. Já, það er alveg æðislegt þessi sniði. Ekkert glórulaust kjaftaði. Nei, nákvæmlega. Skipulegt kjaftaði. En Hallgrímur, þú ert sem sagt núna að fara bara í mánaðarfrí og svo er það að fara að taka á því aftur í bara sumar? Já, svona fyrir orðið að þannig að þá kannski segi ég 1,5 mánuðir. Já, nákvæmlega. Já. Nei, við bara fyrir, við setjumst bara saman fljótlega ég stjórn og leikmenn og förum að skipuleggja hvað við viljum gera fyrir næstu tímabil. Nei, það er bara næstu skref hjá okkur, það er bara svona safna liði og sjá hvert hugur okkar leitar. En svo er náttúrulega, ég ferði ekki á glímuna og fylgjast með Marín hann í restina? Jú, alveg örugglega, ég hef nú ekki mista glímumóti hjá Marinu í 2 ár, þannig að ég hugsa nei, já, ef þú býður mér þá lít ég nú að hugsa um það að mæta. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki að gefa neil lofur. Þú ætlar ekki bara að mæta á æfinga með henni í glímunni? Nei, annars sko, það er ekki alveg ég. Íslandsglíman er allan að 5. apríl. Já, hún er 5. apríl, ok. Nei, ég er að ferma þennan dag. Já. Hallgrímur. Þá er ég með afsökun. Þú ert með afsökun. Hallgrímur Brynjólfsson, bestu þakkir fyrir að gefa okkur tíma og gangiði vel og bara takk fyrir skemmtunina þessa leiktíðina. Þakka að kjalla fyrir og takk fyrir frábæra umfylgjugestur. Það er alveg til sóma hvernig þú stendur að þessu. Takk fyrir meðleismeistari. Já, það er ekki langt, við ætlum að fara í körfuboltaspjall áfram. Það er Bárður Eyþórsson, þjálfari Tindastóls sem ætlar að núna línunni. Þeir eru urðu meistarar í fyrstu deild karla. Það er ekki langt.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.